Golfsvæði á Bretlandi þar sem í boði golf og hótelgisting á sama staðnum eru mörg og eðlilega misflott. The Grove sem skammt frá London á sér langa sögu, nokkrar aldir aftur í tíman. Í byggingunni sem reist var á 16. öld sem nú hluti af glæsilegu Grove hóteli þótti Viktoríu Englandsdrottningu gott að koma og eiga góðar stundir. Enskir jarlar og aristokratar voru líka tíðir gestir. Árið 2004 opnaði Grove hótelið og 2 árum síðan var golfvöllur opnaður. Það þótti við hæfi að halda heimsmót skömmu eftir opnun hans. Tiger Woods mætti á svæðið og skildi eftir sig spor. Ekki sömu og Viktoría drottning en söguleg spor samt. Mjög söguleg. Grove eitt af betri golfhótelum Englands, 5 stjörnum. Maður fær strax á tilfinningu þegar maður mætir á staðinn. Þjónustan í stíl við það sem Viktoría drottning og vinir hennar hefðu viljað. Ekki alveg konungleg en nálægt því. Það er mikilvægt upp úr góðri þjónustu á þessum gamla og virðulega stað. Og það er ekki bara 5 stjörnu umhverfi á hótelinu, heldur líka á vellinum sem hannaður af hennum heimsþekkta Kyle Phillips. Glæsilegur skógavöllur sem býður upp á allt það besta. Þriðja brautin hérna á The Grove er geggjuð golfhóla. En það eru með forgjafar númer 1 og ef að annað höggið eftir gott dræf heppnast ekki nógu vel, þá sjáum við hérna hvað býður. Risastór tjörn, alveg upp að flöt. Þessi er líka geggjuð. 4. hólan, 150-60 metrar. En það er tjörn alveg rétt fyrir framan flötina og maður verður að hitta gott högg. Maður vill fá par. Og auðvitað hefur Tiger markað spor í sögu Grove. Hann sigraði hér á heimsmótinu árið 2006 og gerði sér lítið fyrir og fekk örn í 3 daga í röð hér á 9. brautinni, sem er par 5. Fyrsta keppnisdegi var Tiger hérna 245 metra frá stönginni. Hann tók 3 tré inn á flöt og smelti púttun í örn. Verðum við ekki að prófa þetta? Fleiri góðar golfbrautir halda áfram á seinni 9 hólunum. 10. er í skarpri hundslöpp til vinstri og er góð byrjun á seinni hringnum. 13. er skemmtileg par 3 braut sem liggur niður í móti og næstu brautir eru flottar. Lokakaflinn er góður með 16. hólu sem er par 3, 17. er par 5 og 18. er góð par 4 hóla. Þetta er fín blanda. Árið 2016 var British Masters mótið hluti af evrópsku mótaröðinni haldið á The Grove. Eins og fyrir segir var heimsmót haldið á vellinum rétt eftir opnun. Þetta er góð hugmynd fyrir stóla. Þetta tilla sér hérna rétt árum að slæri inn á flöt. Svæðið er vinsælt hjá stærri fyrirtækjum sem halda mót því að Kylfingur.is var á staðnum að nýlokið Pro-Am-móti þar sem Justin Rose og tónlistarmaðurinn Nigel Horan voru stóru númerinn. Á svæðinu er ágætt golfverslun, mjög gott æfingasvæði og nýjung sem er Tour Truck en þar er hægt að fara í kylfumælingu. En það voru líka Íslendingar á The Grove. Þetta er frábær staður og mjög skemmtileg fyrir golfara. Það er engin hóla eins, þú ert ekki að spila sömu hóluna aftur og aftur, það er náttúrulega stórkostleg umhirða. Frábæri teigar og gríni myndir ekki segja að þau séu æðisleg? Grín eru frábær, svolítið erfið. Já. Og svolítið erfið. En rennu vel á þeim og einhvern veginn erfitt að lesa brotin samt. Já. Já, það hafa svolítið verið að stríða okkur í dag en þetta eru frábæri dagar sem við erum búin að eiga hér og náttúrulega hefna með veður. Og svona hótelið og svæði, hvernig upplifðu það? Bara geggjað, frábær þjónusta og bara allt svo fallegt. Já, maturinn góður, já, þjónustan alveg frábær og svona lipur, það er enginn að þrengja sér upp á mann en allir eru bónir og búnir til þess að gera dagana sem besta. En svona golfvöllurinn, þið búin að spila þetta í nokkra daga uppáhalds hólur? Já, það eru margar rosa flotta. Mér fannst 10. mjög skemmtileg. Það var svona erfitt uppáhaldsögg og ef maður náði því þá einhvern veginn var hún mjög skemmtileg.
og hún spilaði 10. mjög vel. Ég bara gerði upp á bak þar, en þú veist, það eru margar mjög skemmtilegar eins og til dæmis þriðja, hún er alveg ótrúlega skemmtilega. Þú veist, ámar að taka í öðru höggi nærmaður yfir þetta sef og gras sem þarna, eða ekki, sko, það eru skemmtilegar ákvarðanir, erfitt gríni þar og svo náttúrulega, ég get ekki annað en sagt og við erum svolítið digur. Já, það er þarna 13. holan sem er par 3, fuglaði hana tvisvar, mér finnst það gaman.